Komiði sæl. Það mikið að vera í veðrinu hjá okkur næsta sólarhringinn allavega. Við sjáum hér djúpt suður á landinu lægð sem fer mjög hratt til norðurs yfir land. Hún virðist ætla að fara hér með vesturströndinu og svo yfir Húnaflóa og draga á eftir sér mjög hvassan vindstreng yfir allt austanvert landið. Það má búast við mikilli úrkomu með þessu líka og vissara fylgjast mjög vel með veðri og færið og það má í stuttumáli bara segja að það ekkert ferðaveður seinnipart nætur og á morgun sérstaklega ekki á austanverðu landinu. Ef við sjáum hér í nærmynd hvað gerist þá byrjar þetta með hvassri austanátt og rigningu í kvöld, fer síðan í suðvestanátt sem verður mjög hvöss. Það verða að spá alltaf 30 metrum á sekúndu í meðalvindhraða. Það ofsaveður, það útlit fyrir að hiti verði víðast hvar yfir frostmarkið þannig að all úrkoma sem að fellur verður rigning og það má því búast við því að það verði aukin hætta á skriðuföllum og krabbaflóðum víða á austanverðu landinu og það upplýsingar allt slíkt á vef Veðurstofunnar. Ef við byrjum á landslutunum og sjáum hvernig þetta stefnir í fyrramálið, eins og ég segi, þá byrjar þetta á hvassri austanátt strax í kvöld en miðjanótt þá snýst í suðvestanátt sem verður öllu verri og við sjáum að það eru svona 15 til 20 og 3, jafnvel 25 metrar á sekúndu á suðvestur landi. Það gul viðvörun í gangi eða í gildi fyrir vind á suðvestanverðu landinu en appelsínugul á suðausturlandi sem sagt austan við Mýrdal. Það viðbúið að verði mikil rigning á svæðinu og við sjáum síðan eftir því sem að norðar dregur þá dregur nú aðeins úr úrkomunni. Í fyrramáli þá allt útlit fyrir að miðja lægðarinnar verði einhvers staðar miðja vegu á milli Breiðafjarðar og Húnaflóa. Þá veldur náttúrulega því að það verður mun hægari vindur þar og má jafnvel kalla svikalogn svona ef einhver ætlar að fara á fjöll í þessu veðri vegna þess að síðan fer nú strengurinn þarna yfir. Það gul viðvörun á norðvestanverðu landinu en það alveg viðbúið að það verði bálhvasst til dæmis í Skagafirði. Eftir því sem að austar dregur þá versnar heldur í því og vindur verður alltaf 30 metrar á sekúndu á láglendi á morgun. Þetta klukkan 9 fyrramálið. Þetta byrjar svona á milli 3 og 4 í nótt og dregur ekki almennilega úr fyrr en annað kvöld. Það hins vegar ekki mikil úrkoma á norðaustanverðu landinu en suðvestanáttin getur verið mjög slæm sumstaðar á þessum landsfjórðungi, til dæmis á Borgarfirði eystri og sumstaðar á Austfjörðunum en heldur skárri annars staðar. Og það ómögulegt fyrir mig að vita nákvæmlega hvar hún verst en heimamenn vita það væntanlega betur. Þarna appelsínugul viðvörun í gangi fram á annað kvöld og sömu sögum á svo segja af suðaustanverðu landinu. Það verður alveg bálhvasst hér með ströndinni, mikil rigning og hér eru auknar líkur á skriðuföllum og eins og sjáum á vef Veðurstofunnar en appelsínugula viðvörunin í gildi vegna vinds. Ef við sjáum svo hvernig þetta þróast síðdegis á morgun þá fer lægðin til norðurs, hún hér komin norður af Melrakkasléttu. Það áfram appelsínugul viðvörun í gildi vegna vinds sem þýðir í raun og veru að það getur orðið foktjón og samgöngur verða örugglega ekki alveg á áætlun. Það lítur ekkit ofsalega vel út með til dæmis innanlandsflug á morgun, betra að hafa allan vara á með það og það heldur alls ekki ráðlegt að vera mikið á ferðinni í þessu veðri. En eins og segir klukkan 18 á morgun þá erum við komin í svona kannski 20 til 25 metra á sekúndu þar sem að verst lætur og síðan dregur úr þessu áfram þegar líður á kvöldið og viðvaranirnar eru í gildi til klukkan 10 annað kvöld. Það talsvert betra veður í kortunum á miðvikudag. Það fer hér svona smávægilegur, má segja hæðarhryggur yfir land, verður hæg breytileg átt víðast hvar en svo lítil vestan eða suðaustan eða austanátt við suðurströndina. Það birtir víða til og má alveg gera ráð fyrir því að það verði vægt frost á miðvikudagsmorgun víða land, sérstaklega í innsveitum og þá á norðanverðu landinu. Á fimmtudaginn þá dregur nú kannski aðeins til tíðinda aftur fyrir að hvessa hér með suðurströndinni og verður einhver úrkoma þar en það áfram hæglætisveður þá á norðan og austanverðu landinu og hiti svona og yfir frostmarki. En það þarf sem sagt að fylgjast mjög vel með veðri í kvöld og nótt og á morgun. Það gengur í fyrst hvassa austanátt og rigningu með suðurströndinni núna í kvöld en síðan verður mjög hvöss suðvestanátt á landinu, sunnan og austanverðu og líka á Norðurlandi á morgun alveg frá því snemma í nótt og fram eftir degi á morgun og jafnvel fram á kvöld. Það eru appelsínugular viðvaranir í gildi. Það betra að tryggja lausamuni og ætla sér ekki að vera á ferðinni á morgun. Við förum betur yfir þetta seinna í kvöld, verið sæl.